heil og verið sæl og verið velkomin í Chess After Dark. Já, verið hjartalega velkomin að Víðtækjanum og vonandi eigið góðan dag, gott kvöld og góða hlustun. Svo skemmtilegt með hlaðvarpi, fólk getur hlusta hvernig sem dagsins. Birgir Karl og Leifur heilsa ykkur, en gestur Chess After Dark í þetta skipti Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra. Hún viðskiptakona og fyrrum landsliðskona í handbolta sömuleiðis. Hanna Katrín var kjörin á Alþingi fyrir Viðreisn árið 2016 og hefur verið á þingi síðan. Vertu hjartalega velkomin. Takk fyrir kærlega. Hvernig liggur á þér? Sko, Valsmenn átti ekki góðan dag í gær. Nei. Ég var nú bara heppin með stíð. Heyrðu, ok. Nú ertu komin út að hættulega braut. Þið megið þá hlýðarenda að þið eruð með virt starf allstaðar. Já, þeir megið líka eiga. Það er málið, sko. Já, og Valsar megið líka eiga það, sko, hjá mörgum liðum þá þessi tíma ásett leiðilegur því að þá öll heilliðan að keppa í úrslitunum. Valsmenn að keppa í úrslitunum allstaðar, sko. Það er svolítið svo leiðis. Maður verður svolítið góðu vannu, sko. Sko, en við erum á klukkur í dag, við þekkjum það nú úr skákinni, Birgir. Já, en við þekkjum það ekki úr þessum þætti, sko. Nei, við höfum tekið okkur að verið svona 17 klukkutíma í hvert þátt. En við erum á klukkur í dag, við tökum klukkutíma þátt, þannig að... Power hour. Já, því miður, bara þróast þannig. Þetta var það er svo, líka svo mikið á núna síðustu dagana, einhvern veginn fyrir páska. Já. Þannig ég er svo pökkuð. Ég trúi því að sé nóg að gera. Já, heldur betur maður. Og ég held að sé bara holdt og gott fyrir okkur aðeins að þróa okkur og vera á klukkunni einu sinni, sko. Ekki vera að dóla okkur við þetta alltaf. Það er alveg rétt, vindum okkur í þetta. Förum í frétti vikunar. Já. Það er auðvitað búið að vera mikið í deglunni þessi blessaði sjávarútvegur og við skulum bara taka góða umræðu hann. En það er ein frétt sem ég langaði að byrja á sem snýra Guðmundi Inga. Jafnari tækifæri með því að horfa ekki á einkunnir. Guðmundur Ingi lagði fram frumvarpum breyting á lögum framhaldsskóla. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á innritun nemenda í framhaldsskóla og gæsalappir opnast. Það hefur verið lenska að horfa bara á einkunnir og ákveðnir skólar hafa bara valið nemendur út frá einkunnum sem getur ekki alltaf verið réttlátt. Við verðum að skoða þetta út frá miklu heildstæðari mynd. Það segir okkur í sjálfu sér ekkert þó einhverjir séu með 10 öllu, hann sé endilega betri en sá sem með 9 og eða 8 og hann eigi þá í kjölfarið að fá forgang. Ertu sammála þessu? Og ég verð aðeins að byrja á því að segja, ég hef svo sem ekki kynnt mér þetta mál, einhvern veginn hef ekki alveg haft færi á að fara ofan í kjölinn á málum annara ráðherra. En sko, ég veit, það er náttúrulega komið þetta nýja mál sem hefur verið mikið í umræðinni bara samræmt námsmat og allir svo ágreiningu sem það mál hefur verið í. Markmiðin eru nú held ég skýr hjá öllum, við viljum bara bæta menntakerfið okkar. Ég skil þetta mál þannig að það sé verið að auka heimildir framhaldsskóla, einstaka framhaldsskóla til að leggja aðra þætti til viðmiðunar. Og ég veit ekki betur en það sé fyrir hendi, einstaka framhaldsskólar hafa gert það, just þetta einhvern veginn til, en þannig er þess að aftur eins og ég skil þetta, bara svo ég hafi þann fyrirvara, það sé verið að leyfa framhaldsskólum að gefa þeim heimild til að skoða þætti eins og mikla þáttöku félagslífi eða íþróttum eða listum, eitthvað sem að hefur tekið kannski tíma frá og gert að verkum að einmitt gæsalappirnar 10 verður 9 eða annars slíkt, þannig að það sé verið svona aðeins að taka eitthvað skonar fleiri þætti inn í þetta heildstæða mat. Mér finnst það ekkert kolröng stefna í raun og veru meðan það er ekki verið að skylda alla skóla til þess. En ég þarf eiginlega bara að fá áður en ég get ekki eiginlega farið dýpróni í þetta, ég þarf að fá að kynna mér þetta betur. Já, sko það er náttúrulega þetta er búið að fá mikla gagnrýni í dag, tala aumingjavæðingu og annað, sko maður veltir alveg fyrir sér einhvernir eru einmitt gerðar til þess að átta sig á hvar nemendur standa, þannig að já, en sko svo veltir maður líka öðru fyrir sér kannski úr einhvernig vandamáli af því að það er ekki búið að samrænt námsmat mögulega er bara líka lausnina og kannski eitthvað sem þið Viðreisn eru hreyfin af er að bara byrja aftur með samræntpróf. Við höfum ekki verið mótfallin því og mér fannst svolítið verið að henda því fyrir róða á sínu tíma á þess að fara frekar ofan í sauman á þessu hvað væri hægt að bæta og gera betra, en það er hins vegar alveg ljóst að fjölbreytileikin er auðvitað af henni góða, hann er það yfirleitt og hann er það auðvitað líka þegar kemur að námsvali og það er kannski stundum pottur brotin þar, ég meina við þekkjum þá skólastörum annars staðar við að það er verið að meta
til eininga og jafnvel til einhverjar, alls konar þáttaka í hinum ýmsu félagsstörfum eða hvað það ég meina það eru til íþróttaskólar og annars slíkt, þannig að ég held bara að það þurfa að horfa á þetta svolítið heildstætt. Ég velti bara fyrir mér og ég eftir að kynna mér það, hvernig þetta mál tengist málinu samræmt námsmat sem verið hefur unnið að og miðstöð menntunar og þjónustu held ég að heiti stofnunin hún náttúrulega hefur verið að vinna gríðarlega mikið í þessu undanfarin ár og að leggja fram skýra stefnu þannig að bara hvernig þetta talar saman sko. En aukið frelsi og auknir valmöguleikar bæði nemenda og skólana líka til að svona marka sér eitthvað sess og aftur ég ímynda mér að ákveðnu skóla muni halda áfram að líta eingöngu á einhvernur og meðan aðrir grípa kannski fegins hendi að vikka svolítið sviðið og laða þá mögulega til sín einhvers konar nemendur sem eru með styrkleika á öðrum sviðum og ég get ekki séð að það sé alls slemt. Nei. Þannig að þetta eitthvað sem að Viðreisn styður bara? Ég treysti mér nú ekki til að segja það. Ég er nú bara að tala hérna mál sem ég var að lesa í dag. Sko. Það reyndi að nappa þig. Vel gert. Vel gert. Sko, við gátum ekki fengið Hönnukötu á betri tíma. Það ef hún er ekki í fréttunum, ef hún er ekki framan af fjölmiðlum, þá er að Heiðrún Lind eða mynda ykkur skip, sjávarútvegurinn, hann er á allra manna vörum núna. Sko, það var skýrsla í morgun sem ég náði aðeins að glugga í sko, SFS sendi þínu ráðuneyti í dag atvinnuvegaráðuneytinu, athugasemdi við frumvarpsdrögum breytingar á lögum um veiðigjaldið. Þar vísa þau fullyrðingum atvinnuvegaráðherra til föðurhúsanna og skora á stjórnvöld að íhuga stíga skref tilbaka. Sko, aftur þessi skýrsla var bara komið í morgun. Gróft innihald í þessari skýrslu? Gróft innihald er bara samtök fyrirtækja sjávarútvegs útvegir og óhress. Minna það gróft, þú baðst gróft ég var ánægð með þetta svar Nei, og við höfum alveg vitað það við erum auðvitað búin að vera í samtali við samtökin frá því í febrúar þessa leið okkar sko grunnurinn að þessari vinnu það liggur á ljóst fyrir Viðreisn til dæmis, talandi Viðreisn við höfum verið með mjög skýra sýn það hvernig við viljum sjá málum varðandi sjávarútveginn og það hvernig hann skilar sanngjarnri og eðlilegri rentu til þjóðarinnar. Við myndum vilja sjá hluta af kvótanum fara á marka á ári hverju, 3-5% eitthvað slíkt og markmiðið þá tvíþætt í raun og veru slíkt skilar eðlilegu markasverði sem ég sem frekar hægri sinna stjórnmálumáli hrifin af. Mér finnst að markaðurinn eigi að ráða verðlagningunni þarna eins og hann gerir víðast annars staðar og síðan hitt að þessi aðferð hún festir endalega í sessi að því í henni felst ákveðin tímabinding hún festir í sessi eignarhald þjóðarinnar á þessari auðlind. Þessi hefur verið mótmælt mjög kröftuglega af ekki bara af útgerðinni heldur bara þeim sem telja að þetta muni sko þetta brjóti kerfi of mikið upp og þá er það næst besta leiðin og það er að finna aðra leiði til að finna þetta markaðsverð. En þess að það er algjörlega ljóst að það hefur frá því að lögum veiðigjöld eru sett á, það hefur staðið styrum hvernig þau eru reiknuð. Og það er mjög illa geymt leyndamál að það verð sem er lagt til grundvallar þegar það er að vera að reikna þessa auðlindarentu sem er sem sagt hagnaður, umframhagnaður sem hlýst af því að nýta náttúruauðlind, að það verð er ekki raunverð. Það eru lágt. Helgast meðal annars og ekki síst af því að útgerðarfyrirtæki sem eru mjög mörg með svo kallega lóðrétta samþættingu, þeir eru veiðar og vinnsla, að þeir hafa það innbyggðan hvata sem hefur verið bent á í áratugi að hvatinn þá til að hafa það verð of lágt og nota það af því að það verði nota til grundvallar hagnaðinum sem síðan þjóðin fær 1/3 af og útgerðin heldur eftir 2/3. Þannig að þegar við tölum leiðrétningu, þá erum við að leiðrétta það. Það hefur í engu áhrif á því að lóðrétt samþætt fyrirtæki geta áfram stunda þessi viðskiptur svona. Það er að segja verið með verði lágt inn til vinslana, en það lága verð er bara ekki réttur grunnur fyrir álagningur á veiðigjöldum. Þannig snýr þetta og það er það sem við erum að leggja fram núna. Þegar við fórum síðan í þær aðferðir sem við töldum bestar og teljum enn bestar til að námynda þetta markaðsverð úr því að það fyrir ekki að markað úr því að okkar upprunalega hugmynd verður ekki að veruleika þá kemur upp úr kossunum
að það munar það miklu að þetta nær tvöföldun á veiðigjöldum. Það var ekki útgangspunkturinn uppálega, heldur þessi leiðrétting. Þannig stendur þetta nú. Já, kannski maður missir ekkert hökun í gólfið að SFS séu ekki sáttir við þetta. Ég veit ekki hvað Geir ánægð með þetta. Akkurat. Kemur til greina það að hlusta á SFS og stendur þetta, þetta borðfast? Við erum að hlusta á alla sem að skila inn málefnulegum umsögnum og við erum að fara yfir málin. Meðal þess sem hefur heyrst áhyggjur af því að þetta sé of þungubeiti fyrir litlar og jafnvel uppundir, svona litlar útgerðir, jafnvel meðalstórar, svona sem eru oft staðsettar út á landsbyggðunum. Það það sem við höfum verið að skoða. Við settum til dæmis hækkuðum svo kallar frítekjumark sem raunverulega bara afsláttur af fyrstu x mörgum milljónum veiðigjalda sem lögður á. Þannig að við erum að skoða það og greina, þannig að við erum bara í þessari vinnu. Einhvern tímann fljótlega eftir páska ger ég ráð fyrir að máli verða afgreitt út úr ríkisstjórn, tilbúið okkar hálfu til þeirra vinnu og þar fer það inn í þingið og síðan í hefðbundna þinglega meðferð sem felur aftur í sér umsagnir og það verður skilað þá umsóknum við það frumvarp sem ég mun skila frá mér og það fer til þinglega meðferðar. Þannig að stendur þetta, það stendur að við ætlum að beita þessari nálgun. Við viljum leiðrétta þetta. Það hefur bara árabil verið mikið ákall í samfélaginu eftir sanngjarnari dreifingu arðs til þjóðarinnar af notkun náttúruauðlinda. Síðan hitt, og það tengir svo sem öðrum atvinnugreinum, við erum náttúruauðlinda drifið hagkerfi, við nýtum náttúruauðlinda okkur mjög mikið og það einfaldlega þannig að það að taka gjald fyrir nýtingu á auðlindum mjög eðlilega og sanngjörn tekjuöflun leið fyrir framkvæmdar á vegum ríkisins. Ég meina þetta er ekki skattheimta á launafólk, þetta er ekki skattheimta á einstaklinga, þetta tekjur sem fyrirtæki sem nýta náttúruauðlindina í sína atvinnustarfsemi greiða til samfélagsins, til þjóðarinnar. Þannig að í þeim skilningi höldum við þessar vinnu alveg ótrúið áfram en auðvitað erum við að taka tillit til og skoða allar málefnalegar umsagnir og athugasemdir koma og það komu það bil 100 umsagnir inn í samráðsgott. Og ég gerir bara frekar ráð fyrir að þær verði svipamargar þegar þetta fyrir þinglega meðferð. Þannig að það heilmikil vinna eftir en þetta svona sem við erum að leggja þetta upp. Já, það má líka alveg benda á það, ekki það, ég alls ekki sérfræðingur í þessum málaflokki en það alltaf talað um að því að tvöfalda skatta en þetta náttúrulega leigugreiðslur, þetta ekki skattur af því að ef þetta væri skattur þá getur við tekið þetta beint á hagnaði en þetta fer í kostnað þannig að þetta ekki meira skattur en það. Svo kaldi. Já, kalda stúdíóið. Getur ekki spáð fyrir veðrið, eldgos, næstu átkvörðun Bandaríkjaforseta. Þú getur ekki einu sinni spáð endilega í öllum tilfellum rétt á næsta leik á lengjunni. Það enda rétt og þú getur eina sem þú veist að ef þú verslar kalda þá ert að fá gulli frá Ásgólfssandi. Kaldi klikkar aldrei, auðvitað náma úr Norrlenska gullið? Norrlenska gullið, mikið rétt. Og hvað sem það kaldur, léttur eða óléttur. Rétt. Autocenter. Fáðu tjónaskoðun þeirra kostnaðar lausu. Bílrúðskipti, framrúðuviðgerðir, bílaréttingar og bílamál. Og hvað gera þegar þeir eru búin að laga bílinn? Þeir bónar og skrúpa alveg svo í bónaði bílinn, skínandi fínum. Flottar en nýr, hann kemur á Autocenter. Já, þetta þetta Tesla vottaða verkstæði. Já. Bestu sort. Serrano. Páskaburrítóin. Já, hvað kostar hann? 26,490. Hann mættur ég fer reyndar núna þessa dagana. Ég fer í velja sjálfur. Já, ég ætlaði að segja þetta, þannig að vorum maður að ræða í gær eftir þátt og Hanna Kata var að segja hún var að fara beint og Serrano eftir þátt. Fyrir þá sem eru að makró, hvað er þetta? Telja kaloríunar, þau eru bara að einbytta sér að gera bestu vefjarnar í bransan. Svo það orka náttúrunnar. Það er þjónustan. Það er þjónustan. Ég finna að þeir eru búin að vinna ánægðvógina. Er þetta einhver 17 ári röð núna? Já, þetta er í taldi dagunni kominga, þetta eru 6 ári röð, en þau verða 17 og þau verða 100. Heldur þetta sé tilvíðun? Nei, ég held ekki tilvíðun og ég held að þetta sé ágætis fylgni þarna á milli eða með góða vinnustað, þá veitur þú góða þjónustu og það er greinilega topp fólk sem vinnaði í orkunáttunum bæði konur og kallar. Klart mál. Dænátt. Kíkja í brönns helgina. Kíkja eitthvað yfir páskana. Gefa rafræn gjafabréf í fermingagjöf.
Já, kíkja Gefðu fermingabandinu upplifun maður. Já, eða bara skelltu sjálfur í botlausum brunns með félögunum eða vinkonum. Hljóma vel, sko. Svo annað sem ég ætla að segja bara, ég held að fólk viti þetta, en þú getur leiðu gefið mér núna 50 krónar daginn á þetta ráðandi gefabrif. Ég get bara borga og sagt eitthvað, heyrðu, ég ætla bara að eiga 10 skall hérna, svo 20 skall eitthvað annars stað. Það er ekki nota alltaf saman staðnum, sko. Nei, akkurat, sniðut. Akkuró, þjónustulösa apríl. Nýir vinnir. Já, nýir vinnur og gamlir. Fórum með okkur til Grænlands í septembermánuði. Já, Þorbjörn Atli þvílíkur höfðingi heima að sækja. Stærsti eigandi Akkuró. Já, og flott fyrirtæki getur keypt og selt hlutabréf í Akkuró appinu og það er nú ekki að verði endanum það að geta séð stöðuna á hlutabréfamarkaði í rauntíma. Það er líka eitt sem ég ætla að bæta við, Leifur, að kæra hlustendur, þið takið eftir að það eru ekki það margir venjulegi virkidagar eftir það sem markaðurinn verður opinn. Þú með sumardaginn fyrsta og með páskana og svona. Þannig að það er pressa á ykkur, kæra hlustendur. Downloadið Akkuró appinu, statt og farið að kaupa og selja hlutabréf ókeypis. Ég spurði Þorbjörn alltaf, en hvað með þetta 15 mínúna dílei? Er ekki einhver töf á ykkar eins og öðrum sambærilegum vörum hérna á Íslandi? Hann sagði, ég veit ekki hvort að tala. Hann skildi mig. Þeir eru örugglega undan, sko. Hann bara skildi mig ekki. Nei. Maður sér að áróðsveldan, það er allt komað fullt á SFS Mokkinn titrar. Það er oft bent líka á Noregi þessu samhengi bent á það að þetta sé ríkisstyrktur geiri þar og megnið af vinnslunni sé bara annar staðar enn í Noregi þannig að þeir missi störf og verðmæti og annað. Er það eitthvað sem þú ágjör af? Ég hef endalaust ágjör Nei, það er alveg rétt. Samanburður Noreg, ástæðan fyrir því að við teljum algjörlega eðlilegt að miða við markaðsverð í Noregi er að við erum að tala um sömu vöru og sama kaupanda ef úti það er farið og gjarnan kaupandar sem veit ekki hvort hann er að kaupa fiskinn frá Íslandi eða Noregi, menn þetta er bara vara, hún kostar þetta. Síðan kemur það hvort að vinnslur hrekist hérna á landi. Ég á mjög erfitt með að sjá að ég hef alveg heyrt þessar hótanir en ég hef bara mjög erfitt með að sjá að það raungerist fyrir því eru ýmsar ástæður sérstaklega svo að verðmætasköpunin á sér ekki síst stað þar og þarna væri útgerðin einfaldlega að skjóta sig í fótinn flytja þetta úr landi. Við erum að búa til heilmikil verðmæti og einmitt þessi lóðrétta samþætting, hún hefur skapað mikil verðmæti fyrirtækjum í þessari atvinnugrein á Íslandi. En á móti kemur hins vegar að vinnslum hefur jafnt og þétt verið lokað út allt land á undanförnum árum og það hefur sannlega ekki þurft mig til í sæti atvinnuráðherra. Það er hagræðingin og þegar við komum að því að bera saman og svo ég tengi það síðan við hinn mennta ríkisstyrki í Noregi sem er nú eitthvað málumlandi og normenn sjálfur mótmála því að það sé allt niður greitt í drasl. Það er hins vegar svo að það hefur ekki myndað sama auðlindarenta sem við erum að taka hlut af núna 1/3 með veiðigjöldunum. Það hefur ekki myndað sama auðlindarenta þar vegna þess að það hefur ekki átt sér stað sama hagræðing í Noregi, í sjávarútvegi og Íslandi. Fyrsta lagi vegna þess að það hefur ekki verið sami hvata því þetta er bara ekki mikilvæg atvinnugrein fyrir norskt samfélag og þeir hafa frekar jafnvel notað sjávarútveginn til að halda upp í byggði í einum dreifðu samfélög og síðan hitt að stjórnkerfi á Íslandi hefur í töluvert langan tíma lagað sig að búið til hagstætt umhverfi fyrir sjávarútveginn að hagræða í og ég nefni kannski sem nærtakastu dæmin framsal á aflaheimildum og leiga á aflaheimildum sem eru grunnur að verðmæta aukningunni en líka ástæða fyrir samþjöppun og því sem hefur verið miður heppileg þróun í víða út á landi, þar sem að mann hafa hort á eftir bæði veiðum og vinnslu úr sínum bæjarfélögum með tilhörandi sásauka. Þannig að það þarf að vega á móti því og við höfum til dæmis sagt að þessi leiðrétting veiðigjalda á ekki síst að fara í innviða skuldina sem hefur myndast, þar með talið samgöngur, að því við þekkjum það öll að þú byggir ekki upp atvinnulíf og laðir ekki að fólk ef samgöngurnar ekki í lagi. Men það hefur bara áhrif á allt sem á eftir kemur. Þannig að þetta er allt samhangandi. Já, það má líka benda á því að við erum talað saman við Noreg. Ég var aðeins að grúska í dag og í Noregi það, og talaði á hann fæðukeðina að eins og hérna í Íslandi gerist það að þeir eiga skipin og þeir eiga vinnslurnar líka. Í Noregi þetta
bannað eins og ég skildi eða allavega ekki þannig og þá það eru aðrir aðalar sem eiga vinnsluna og svo sem eiga skipin, ekki rétt skilja mér. Það að miklu leyti þannig, ég þori ekki alveg að fara þori ég ekki alveg að fara ofan í hvort þetta 100% stoppað en kerfið öðruvísi og þá ertu ekki að díla við sömu krónuna sko. Eða skilur hvað við, því þá ertu að díla við mótaðila þannig að þetta og þá veltir maður fyrir sig hvort að samanburðurinn sé Já, en það tekið tillit til alls konar þátta í þessu hjá okkur bæði í bolfiskum og í uppsjávarfiski, þú veist það eru sömu tegundir, við erum að tala það fiskurinn mismunandi verðmikill eftir því á hvaða tímabili hann veittur og hann veittur á mismunandi tímabilum kannski Íslandsmiðum og Noregsmiðum og við lögum það, við tökum tillit til eins margra atriða og mögulega hægt. En þegar upp í staðið, það verið að selja sama fisk af norskum og íslenskum aðilum til sömu aðila, það heimsmarkaðsverð á þessu og það það sem við erum að miða við norsku verðin. Ertu búin að fá einhver rök frá SFS eða öðrum aðilum sem þú hugsaði kannski, já ég var ekki alveg búin að gera ráð fyrir þessu, eða þetta kemur okkur óvart eða eitthvað sem ykkur misfóst eða eitthvað slíkt? Ekkert sem kemur algjörlega óvart myndi ég segja nei en þú nefnir þessa ítalegu skýrslu sem ég las í fjölmiðlum í morgun og við erum auðvitað að skoða þetta allt núna og fara yfir þetta ég myndi kannski segja akkurat núna það til samtök sem heita samtök sjávarútvegs sveitafélaga þau hafa áhyggjur. Það SFS? Nei, það nefnilega góð spurning. Ég man ekki hver skamstöfunin samtök sjávarútvegs sveitafélaga SSSF. Og þau hafa eðlilegar áhyggjur og ekki síst þegar þau heyra yfirlýsingar SFS að þau munu bara útgerðarfélögin munu loka vinnslum og flytja Írlandi til að, já ég veit það ekki, hefna sín, ég veit það ekki, að því raunverulega sé ég ekki af hverju annars hvað annað gæti dregið þau í þær aðgerðir. Þá ég, eins og ég segja, að við erum að skoða þetta frítekjumark og erum að stilla það af. Við erum með greiningar, margt af því sem eru opinber gögn og annað það auðvitað ekki þegar við erum að taka greiningar niður á jafnvel fyrirtæki og sölu og fisktegundur og annað þannig að þú veist þetta vandmeðfarið en þetta erum við að skoða. Ég verð kannski að segja að þessi gagnrýni eða fullyrðingar skulum við segja að ég sé að brjóta stjórnarskrár réttan varin rétt útgerðarinnar. Ég hef bara einfaldlega meiri áhyggjur af því að núverandi fyrirkomulag og það sem hefur viðgengist allan þennan tíma, það sem hefur verið rangt gefið, að það sé verið að brjóta stjórnarskrárvarin eignarrétt þjóðarinnar. Og mér þætti eiginlega væntum ef að stórútgerðin hefði áhyggjur af því, af því þeir eru jú líka hluta af íslensku þjóð, það ekki? Jú, síðast þessi. Akkurat. Maður skjótir ég velti fyrir mig að því vorum að tala um þetta misræmi milli heimsmarkaðsverðsins og síðan uppgjörsverðsins sem að útgerðin selur til vinnslana. Já. Hvað reiknast ykkur til að þetta sé mikið svona í grófum dráttum? Prósendurna þegar við vorum að bera saman, við tókum sér satt 3 tegundir, við tókum loðunina út fyrir, hún svolítið vinnur eftir öðrum lögmálum svolítið, við notum síld, kolmuna og makríl. Og munurinn hljópa á í prósentutali var verðmunurinn tæp 30% upp í 130% sko. Þannig að það þannig. En þegar við, og það, þú veist, meira að segja sko, þegar við finnum eitthvað meðatal út úr því, ég veit ekki hvað eru þá, 50-60% sko, en það náttúrulega skaktahúsi meðatala, þetta mismandi mikið magn. En allavega, þannig að munur niðurstaðan varð einfallega tvöföldun með það veiðigjald sem að útgerðin greiddi 23. Svo getur það auðvitað breyst eftir árum, ég meina við vitum það, þetta er ekki fast í hendi, vegna þess að það bæði breytast verð á mörkuðum og það mismunandi veitt, en samspilið auðvitað þannig að því minna sem veiðist í hærra verð, af því það alltaf umfram eftirspurn eftir okkar frábæru fisk afurðum. Þannig að það þannig,
og við erum náttúrulega að horfa á, ég meina það hefur verið samdráttur í þorski, Barentshafið það mikill samdráttur þar, þannig að það spilar auðvitað inn í þetta og það enginn sem segir að við séum að hér með það sem aldur og ævi að tala einhverja tvöföldun og veiðgjöldum yfir þó sem nú sannarlega ekki, það getur alveg farið í allar áttir, en grunnurinn bara þessi og væntingar mínar og okkar í ríkisstjórninni standa til þess að við hættum að vera að takast á hvernig á að reikna þessa auðlindarentu til þjóðarinnar og segja bara, við ætlum að halda okkur við þessa jöfnu, 1/3 af auðlindarentunni fer til þjóðarinnar, 2/3 af auðlindarentunni, það að segja umframhagnaðunum, fer til útgerðarinnar, en við ætlum bara miða við rétt verð. Og þá þetta kannski, sennilega má segja líka að hér sé við að stíga risaskrifi þá átt að festa þetta í sessi, sem mögulega sem viðreisna manneskja ætti ekki að vera sátt við með hvernig við hefðum vilja að sjá þetta gerast, þar að segja uppboðsmarkaðinn. En mér langar bara líka að nefna sem dæmi að síðasta ríkisstjórn lagði fram fjármála áætlun síðasta sumar til næstu ára. Þar var 5 milljarða hækkun á veiðigjöldum og hún var fengið þó út með því að hækka þessi 33% upp í 45% uppsjávarfiski. Akkuru að því menn vissu, það sem allir vita, að þetta var rangt verð, en þeir fóru ekki út í einhverja reikniæfinga til að finna rétta verði, heldur bara hugsu, 45%. Já, bara flöthækkun, já. Þannig að mér finnst þessi leið sanngjörn og rétt og skrefi þá átt að ég ætla kannski ekki að tala sátt, að þau ekki sáttu við þetta mikla hækkun, skrefi það átt að hafa þetta réttlátt. Og kannski við getum þá farið að hugsa aðra hluti. Af því það svo margt spennandi í gangi, sko. Já, það rétt. Líka sjávarútvegi. Já, það fínt þetta klárast. Men það verður að gefa henni það, þjóðin nú með henni lið, 80% þjóðinni var sammála þessu, sko. Að hún geti borgað meira. Sko, við fengum svo ótrúlega mikið erritarspurningum frá hádegismáum. Nei. Það alveg rétt. Þetta var allir bara skiptust á þarna, það var heill vinnudagarna og það snýrust allar það sama. Nei, það eru einhverja sem snýrust annað en þetta hitamálu þetta núna sem fólk að tala Þannig að við ætlum að breyta aðeins til í kvöld, sérstaklega þegar klukku og við ætlum að taka þér bara núna. Af því að þær voru góðar, þær voru vandaðar. Fyrst rittarspurningar frá okkur, eða nokkra stuttar frá okkur, áður hleypum okkar ástkæru ritturum að. Sko, þið talið mikið að þessi greinilega mikið svigrúm fyrir þessum hækkunum þar sem það séu svo stjarnfræðilegar upphæðir sem sjávarútvegurinn að fjárfesta utan greinarinnar. Erum við á hreinu hversu mikið það Skýrsla sem var unnin og kom út 2021 sýndi fram á að útgerða fyrirtæki, dótturfyrirtæki og tengdir aðilar höfðu fjárfest á árunum fram að þessu tímabili fyrir á núverið 150 milljarða. Já. Það eru 5 ár síðan, þannig að sennilega það aukist. Já, þannig að það er tala. Já, það okkur söpað. Tala sömulega sem mjög há arðsemi sem gera, ég var að lesa þetta 8-12% hjá einhverjum sjávarútvegsfélögum, það ekki bara eðlilegt? Jú, sko, arðsemi, það náttúrulega hefur byggst upp alveg gríðalegt eigið fé í sjávarútvegsfyrirtækjum, mjög mikill vöxtur síðustu árum og svona þumalputtaregla í rekstri að fyrirtæki sem með mikið eigið fé vöxt allir jafna með minni arðgreiðslur og það segir sér svo sem bara sjálft, sko, en EBITDA rekstrarhagnaður mjög hár hjá fyrirtækjunum, þannig að þetta náttúrulega, þú veist, og það ekkert, og ég ekki að tala, mér finnst það bara frábært, þessi atvinnugrein malar gull, það frábært, en í ljósi þess hvaðan hráefni kemur, þá bara eðlilegt að hún greiði sanngjarnan hlut til þjóðarinnar og hún mun mala gull eftir sem áður. Já. Björn Gretar á orðindarspurningu hér og hann rýður á að fyrir þeirra hönd. Nú hefur fiskvinnslum verið lokað alland til þess að flytja út óunninn fisk og þar leðið tekið mikinn penning frá sjávarþorpum og þar leðið til landsbyggðinni eins og við vorum að tala
stendur til að verði tryggt að fiskur verði unnin hér á landi áður en hann sendur út? Að því við erum að tala að skjóta sig í fótinn en hann spyr með tryggingar. Já, nei, þetta alveg hárrétt og það náttúrulega munur á því að það sem hefur verið að gerast undanfarin ár og algjörlega óháð veiðigjalda umræðinni að það hefur verið vöxtur í útflutningi á algjörlega heilum og óunnum fiski. Og þá erum við að missa klálega ákveðum verðmæti úr landi af því að verðmætaaukningin verður til í vinnslunni mikið til og þá hafa menn verið að tala og það er svolítið áhugavert að eiginlega bara góður hluti þeirra fjölmörgu sem hafa verið í sambandi við mig og ráðuneytið og okkur í tengslu við þessa tilteknu vinnu hefur verið fólk sem hefur verið að lýsa yfir áhyggjum af þessari þróun og hefur viðra skoðanir það að það verði ekkert alltaf jafnhliða þessari veiðigjalda umræðu heldur bara skoða fyrir alvöru að fara í það sem kallað vinnsluskylda á Íslandi eða álag sett á útflutningi á algjörlega óunnum fiski. Og þetta greinilega mjög mikið hitamál. Og ég hef ekkert akkurat þetta mál segja akkurat núna að skoða þetta en þetta er svakalega stórt mál fyrir marga. Og kemur alveg til greina. Og veiga mikið hlýtur að vera fyrir útfærslun á þessu öllu saman. Já, þetta er bara veiga mikið fyrir atvinnu greinina og ég átta mig ekki á hvaða möguleikar eru þarna og akkurat hefur ekki hvort þetta eru sennilega verið skoðað áður. Þetta er bara svona eiginlega jaðar straumur af athugasemdum sem ég að fá núna og auðvitað rétt svo annað sem að kemur hann á mitt borð er skoðað. Klart? Já, eins og við nefndi Birkir, þá eru blóðheitir rittararnir í dag. Já, þetta ekki bara hana út að standaði frábærlega. Hverjir eru samt rittararnir? Þetta eru hlustendur. Já. Ok, þetta eru hlustendur. Ég held ekki að tefla þetta, bara segja ykkur það. Já, ef þú var ekki að flýta það svona mikið, þá getum við næst. Við tökum það næst, alveg klárt mál. Svo tökum við smá hartbeggs og fyrir mig handbolta. Já. Ég ætla rétt að vona að þú sért skárri en Keli, maður. Ívar Breki, tvöföldum veiðigjalda kemur vestniður á landsbyggðinni að fara í þetta, en hann spyr hérna að því vorum að tala að bæta vegina einnig á að nota þess að aukna skattheimtu í vegasamgöngur en ekki borða landsbyggðin malbyggið og það kemur svo sannlega ekki í staðinn fyrir ekstratekjur sveitafélagana. Er planið að bæta vegina svo við getum öll flutt á höfuðborgarsvæðið? Þessi svolítið góður enda. Nei, ég meina það þarna gefur þessi riddari sér að þetta muni hafa þessi neikvæða áhrif og ég bara ósammála því, sé ekki akkur það ætti að vera í alvöru sé það ekki, en það hefur enga síður eins og ég sagði áðan málefnaleg rökstudd gagnrýni eða áhyggjur af því að smærri útgerðir þeim munu reynast of erfitt að mæta mikilli hækkun sem þessi leiðir til kvæli í sér. Við höfum mætt þessu með því að leggja til ekki bara hækkun á frítekjumarki heldur þrepaskiptingu og það getur bara vel verið að það sé ástæða og það meðal þess sem við verið að skoða þegar við erum að fara yfir þessar umsagnir og fara enn frekari greiningar að það kalla á enn frekari hækkun og sérst á frítekjumarkinu og það mun það auðvitað koma best við þessar smærri útgerðir. Þannig að það eiginlega svarið. Við bara erum að leggja mikla vinnu í að finna það jafnvægi. Þá taka frá Ingvar Þór Georgsinni sem er með sem átt á húsnæðisörum í. Já, frábær spurning. Ekki alveg óvænt. En hann var í flottu viðtali á Rás 2 held ég að verða á móti Þórólfi professor emeritus, hann talaði þetta frítekjumark væri svolítið eins og setja plástur á beinbrot ef maður rétt. Hann segir hérna, hann líka sniður, það sviðsmyndir sem eru komna fram sína hækka veiðigjald mun koma harðast niður á litlum fiskvinnslum sem eru með hátt hráefnishlutfall en ekki í stórútgerðinni. Af hverju þorir Viðreisn ekki að birta þær greiningar sem liggja fyrir í ráðuneytinu áhrif hækkun veiðigjalds? Þetta eitthvað? Nei, við höfum birt allt það sem okkur
ber að birta því það náttúrulega mjög stíf upplýsingalög stjórnsýsluna, þar að segja hvað ber að birta. Við erum með vinnugögn, þau, sko, við getum náttúrulega ekki birt upplýsingar einstaka fyrirtæki, upplýsingar sem ekki eru aðgengilegar og áhrif á það þegar við verðum náttúrulega að gæta að hagsmunu þeirra líka. Við erum að skoða þessa hluti og við munum sennilega leita leiða til að svona grúppa niður einhvern veginn, þennan starra flokka útgerðum, þennan til að geta birt eins mikið og hægt á þess að vera að fara niður í persónugrein eða fyrirtækja greinaleg gögn. Það er bara það sem við verðum að gera. Og við birtum náttúrulega ekki gögn fyrir við erum búin að vinna þau. Í mildinni þetta bara vinnugögn. Þannig að ég heyri þetta frá SFS að við séum ekki að birta og þetta bara rangt. Við birtum það sem við höfum geta birt, við munum sennilega birta meira þegar við erum búin að vinna með þau gögn og síðan þurfum við að gæta þess að við séum ekki að birta neitt sem okkur er ekki heimilt að birta. Men þetta er bara freka flókið en okkur er sannarlega við erum sannarlega ekki að fela neitt nema síður sé því að það er fyrir okkur að sýna fram á hvernig við vinnum þetta. En við þurfum að stíga varlega til jarðar bara þegar kemur að því að skaði ekki fyrirtæki eða byrti ekki eitthvað sem okkur er ekki heimilt að byrta. Lovísa Ólafsdóttir segir hér fyrirliggja 2 frumvörp í samráðsgátt, annað er umturnun á rekstrarumhverfi einna mikilvægastu atvinnugreinar þjóðarinnar, sjávarútvegi. Er það þessi leiðrétting? Já, mæltalega. Ég gerir ráð fyrir því. Come on. Og hinn er breyting á lottó þar sem í stað þess að dreigja verið úr 45 kúlum í lottó verið dreigið í 42. Hvað er þetta hjút? Ég finnst þetta ógeðslega gott. Þetta var eiginlega bara fyndnasta sem ég las og ég sá þetta 2 vikur í lottókúlur. Já, 2 vikur í lottótölu en aðeins vika í 200 á veiðigjaldi. 1 ár í lottókúlunar. Já, sko, einmitt, ég ætla ekki að svara fyrir lottókúlunar. En við ætlum bara að spyrja þetta. Ég ætla bara að fá að, en sko, við erum innan marka, ég meina vika, 2 vikur með samráði, þetta var vika, okkur er náttúrulega þröng og stakkur skorin, við erum að komin langt inn í vorið, við erum búin að vera í samráði, áður en við birtum þetta, hagsmunaaðilar vissu hvað leið við vorum að fara, við vorum á fundum oft, þar sem við fórum yfir hlutina, hvaða nálgum við værum að nýta og svo framvegis. Síðan fer þetta þarna inn og við mátu það svo að vika væri annars vegar nóg og hins var sá tími sem að gæfi okkur svigrum eftir það til að fullvinna þetta og koma þessu síðan inn í þing. Við höfum síðan, nú rann þessi vika út fyrir viku, cirka, já, bara akkurat, og það hafa verið fundir síðan og við erum að vinna með gögn og síðan fer þetta inn í þing og þar verða 2 vikur þannig að þetta er bara feikir nógu tími fyrir fyrirtæki og hagsmunaaðila að koma athugasemdum á framfæri, ekki síst í ljósi þess að samtali hefur átt sér stað frá því í febrúar og þess utan þá koma nú stundum inn frumvörp sem eru eins og heilu ritræðarnar að stærð og flækjustígi og þó ég átti mig fyllilega á að þetta er áhrifamikið breyting þá er hann ekki flókin í þeim skilningi að þetta er ekki eitthvað sem að lögfræðingar þurfa að lúslesa í dögum saman til að klára sig gegnum textan. Þannig að það skiptir náttúrulega bara líka máli en niðurstaðan er einfaldlega svo með virðingu fyrir lottókúlunum að þetta var bara mat okkar þetta væri nóg og með við umsagnir þá sýnist mér það hafi bara verið rétt. TM-móti var haldið á Samsung-vellinum helgina. TM þetta elskar að gefa sér. Já, búin að gera þetta maður er búin að heyra TM-móti í mörg ár sko. Já, þeir eru mikið stjörnufyrirtæki. Svona verður bara að hafa það. Það er bara svo það er. 4300 krakkar mættu og fylltu Garðabæna lífi, leik og gleði. Og TM hefur stutt við íþróttastarf barna og ungmenna í áratugi en ekki nóg með það, heldur hafa þið stutt við bakið á öllum landsmönnum sem eru tryggðir hjá TM. Það er bara þannig. Og gera það vel. Rétt. Besta tryggingafélagsins. Höstrand, 15% afsláttur með kóðunum CAD. Kaffivélar. Já, þetta er langt besta kaffi og flottustu kaffivélarnar en ég hef svolítið verið að tala fyrir fyrirtæki áskriftin núna upp á síðkasti. Okay. Við erum með þetta niður í Borgartúni hjá Kryddinfo. Já. Það er einhvern veginn bara besti tími mánaðarins.
þegar að Gunni tölti með kassana og fyllir á hjá okkur. Einmitt. Hvort sem það krimi karamell eða bara lungo. Gunni náttúrulega einstaklega glæsilegur maður. Er ekki gamall handboltakall? Jú, hann þetta margverðilega sem slíkur, en hann enn segir í kaffinu. Það var nú mikið sagt, ég veit það. Þetta alveg ferskasta Hilka kaffi sem ég smakað. Það hreinar línur. Payday. 98% ánægja með þjónustu Payday. Já, ég segi nú bara við þessi 2% lítið í eigin barm og horfið í speil og skammist ykkar. Ég veit ekki hvað þetta ósáttu við þessu Payday. Það ekki Payday, það þið sem Já, ég að segja það, nefnir 98%, menn það nú bara undirtekning sem sanna regluna. Þetta við erum bara að nota þetta síðan við byrjuðum í rekstri sjálfur og þetta bara fullkomið þjónusta. Já, þetta voðalega þægilegt, virkilega þægilegt viðmót og flott og þægilegt að geta senda reikningar svona. Gaman líka að sjá tölu. Dashboardi. Já. Það finnum eftir hvað fyrirtækið þú með, það er ofta skemmtilegt í okkur. Lítil og meðalstór fyrirtæki ættu hygglust að nýta sér þessa þjónustu. Búllan. Já. Svo langbesta Birkikall. Þú fórst í þriðdagstilboði? Já, ég háttegin í gær. Og ég háttegin í dag, meinti ég ekki. Og ég var að spyrja að þegar Tommi var nú að gera burgerinn minn. Já. Og ég sagði, þú veist að nú vinn ég fasteignafélagið, þú veist þú þarft að vísitölu tengja allt Og hann bara, hvað er það? Ég bara, þú veist, búin með 1990 kalla á þessu þriðdagstilboði 100 ár. Nei, þið veit ekki hvað það er. Hann bara, viltu hambúrgar ekki? Og ég segi, þetta var hambúrgar. Viltu medium rare, viltu rare? Hann er ekkert að hlusta. Hvað er það að tala? Það er bara 1990, það breytist ekkert. Já, búlan. Búlan. Bara til að, mér sýnist við ætla að ná að tala með sjávarútveg í dag sem er geðveikt. Kannski bara til að slúta þessar umræðu. Þú búin að fá því alls konar hita, örgulega líka mikinn stuðning. Var þetta of djarft skrif til að hefur mögulegt að segja við sjávarútveginn eða þjóðan að þetta er það sem er langar að gera og þetta verður innleitt í einhverjum þrepum eða eitthvað, ekki bara búm, allt í einu bara 10 milljarðar, hvers bang búm? Það hefur örgulega verið að einhverju leyti léttara. En það hefði líka dregið þessi átök á langinn og þegar tekið tillit til þess að þetta er löngu þörf leiðrétting, þá finnst mér þetta rétta leiðin. Ég geri ekki lítið úr því hversu mikil lætin eru á átökin, en eins og þið segið þá finn ég fyrir ofboðslega miklum stuðningi, mjög víða að og innan úr sjávarútvegs geiranum líka. Því að eins og ég sagði hérna upphafið þá hefur þetta verið mjög illa geymt leyndamál að þetta hefur ekki verið rétt gefið. En það er líka ákveðin fyrirvari. Ég meina þetta er fyrir fiskveiðiárið sem hefst í haust þannig að þetta er alveg aðdragandi. Þannig að við höldum bara okkur striki. Myndirðu segja að því að sjálfstæðismenn eru ekki par sátti með þetta, myndirðu segja að þetta sé kannski einstæðsta ástæðan fyrir að það hefði verið erfitt fyrir ykkur að ná því sem þið vildu ná í samstarfi eða það farið til dæmis samstarfi með sjálfstæðisflokknum? Ég ætla kannski ekkert að fullyrða það. Mér þykir mjög gott hvað ríkisstjórnin er samstiga þessi mál og reyndar mörg önnur. Best þykir mér hvað hún er samstiga að ná tökum á rekstri ríkissjóðs og ég hef nú kannski einhvern tímann ekki haldið að ég ætti eftir að segja það uppátt en mér hefur nú ekki finnst track record Sjálfstæðisflokksins undanfarin ár í þeim málaflokki endilega til fyrirmyndar. Nei. Þannig að ég veit það ekki. Nei, veit það ekki, góð spurning. Við erum með atvinnuvegaráðherra setti og það er náttúrulega einn málaflokkur sem að það hefur ekki verið til fyrirmyndar, það er alveg rétt, já. Já, ég meina, Sjálfstæðisflokkurinn veit það manna best, þeir eru búin alltaf lóðrétt niður sig. Þegar kemur að skila ríkissjóði, ég veit að vorum með Bjarnæði drottningavittelu og ég hummaði allt sem hann sagði, en hann hefði getað gert miklu betur, reyndar í samstarfi með VG til afsaka aðeins. Við verðum að tala sem hann valdi sjálfur. Já, reyndar og framlengdi. Tölum aðeins landbúnað, af því að ég elskar landbúnað meir en allt, sko. Ég Þú ert maður landsbyggðarinnar. Já, ég er svona ég vakinn og sofin við bændum og vill að þeir hafa það sem allra best. Sko, það var fréttatilkynning sem ég sá í dag. Fjárfestingastuðningur í sauðfjárrækt og nautgriparækt.
þetta þannig á skrifstofunni hjá ykkur að bara, látum sjávarútveginn græða meira en höldum áfram að dundra peningum í vonlaust kjöt? Þetta ekki alveg þannig, nei. Þetta var ekki svona. Nei, en sem sagt, hvaða frétt ertu annars að vísi? Fjárfestingarstuðning í... Bara þessi að vera að styrkja bændur. Já, sko, ég var í 3 daga hringferð með bændarsamtökunum. Síðustu viku. Það var geggjað, sko. Við heldum 7 opna fundi, hringinn í kringum landið, töluðum við einhverja 700-800 bændur og heimsóttum síðan bíli hér og þar á milli þar sem við þeistum hann og þetta var algjörlega meiri hátar. Ég vissi fyrirfram að þetta gagnlegt fyrir mig. Ég sko Breiðholtinu. Já. Þannig að það bara þannig. Og það voru reynda bóndabílar þegar ég flutti, ég er svo gömul, en það er sama. En ég vissi fyrirfram að þetta mjög gagnlegt fyrir mig, en ég vissi ekki einhvern veginn að þetta svona svakalega skemmtilegt. Þetta var algjörlega frábært. Þannig að það voru kúabændur og sauðfjárbændur og hrossabændur og geitabændur og garðyrkjubændur og allt milli himins og jarðar og ég er með heilu doðrandan af skilaboðum og kommentum og pælingum að því að grunnurinn að þessu ekki síst að núverandi stuðniskerfi, sem sagt búvörusamningarnir frá 2016 að renna út núna í áslög 26 og það þarf að fara að huga núna að nýju stuðniskerfi. Og þar höfum við svo sem verið að tala að við myndum vilja sjá svona meiri sveigjanleiki í kerfinu, auka svolítið frelsi, skoða svolítið bara hvað hægt að gera til að vera aðeins bregðast við að því samningarnir eru svolítið niður njörfaðir. Ég hef ekki fastmótað skoðun á einu og það svolítið gott að fara út í svona fundaherferð og tala við bændur og bara safna í sarpinn og móta sér svo skoðanir og ég er með heimboð bara út all land sem ég ætla að reyna að nota sumarið að nýta og kíkja á mann og annan og þannig að þetta er alveg frábært en inn í þetta blandast auðvitað hlutir eins og þessi óróleiki sem er núna í heiminum bara allt frá því að menn hafa áhyggjur af því hvernig bara markaðskerfi heimsins sem við þekkjum að þróast yfir í bara hreinan stríðsótta. Þetta hefur þetta áhrif á það að hvernig við skoðum varnar og öryggisviðbrögð okkar, viðnámsþróttinn og fæðuöryggi kemur þar inni. Og þar spila landbúnaðurinn að sjálfsögðu inni líkt og annað, aðfanga keðjan bara. Þannig að þetta verður allt í einu einhvern veginn svo aktúelt og spennandi hvernig við getum búið svo hnútana að landbúnaður verði blómstrandi atvinnugrein en frekar en hún í dag. Já. Þannig að það er verkefnið. Þegar ég er búin að klára þetta litla mál. en það í alvöru verkefni og þetta bara alveg ótrúlega spennandi. Og mér finnst síðan líka þetta nátengt bara hvernig við eflum ferðaþjónustun okkar, af því við vitum það bara sjálfa að byggðum landið, blómstrandi byggð og ég myndi vilja sjá bændur hafa meira frelsi til að selja framleiðsluna sína beinti ferðamanna, allt frá bjór yfir í kjöt, osta, bara þannig að búa bara til svona svolítið samfellu þarna milli. Þetta er svolítið sýning. Já, svo vont veður daginn, þá fekk landbúnaður alltaf styrk fyrir því. Bændur fá þjónustöðningu eftir kuldakast í júní 2004, þurfa líklega þá að endurgreiða þegar það er gott veður. Aðrir þurfa að kaupa sér ekstra tryggingu, ekki bændur. En þetta Þeir get ekki keypt hana, sko, þetta er svo mikið óróleiki. Það er máli. Tryggingakerfin í svolítið... Ég myndi ekki vilja tryggja íslenska sumarið fyrir bændur, sko. Nákvæmlega, það er nefnilega máli. En það er einmitt þetta, sko. Þú veist, það er alltaf þegar kemur eitthvað sem út að bregður, það voru árið í fyrra, vorið og sumarið var alltaf skelfilegt, það voru kaltjón og það voru uppskýrbrestur og það dóu dýr og þetta var bara hræðilegt sumarið eins og við munum, og þá þarf það einhvern veginn að það greiðast utan við búvörusamningin eða stuðniskerfi því það er svo niður njörfa, sko, það er bara svo lítill sveigjanleiki og staðan er síðan bara einfaldlega svo hjá bændum að það er lítið viðnámstólið er lítið, verðbólga og vextir undanfarin ára hafa farið náttúrulega mjög illa með margan Íslendingin en ekki síst bændur og þó unga bændur sérstaklega. Þannig að En hvað finnst viðreisna því að þið talið alltaf almannahagsmuni framar sérhagsmunum verndartollar, þurfum við ekki bara að droppa þeim alveg? Einmitt. Við myndum náttúrulega vilja sjá þá sem minnsta, en það þarf að skoða þetta allt í samhengi og ég er að reyna að stíga bara ekki endilega varlega til jarðar en stíga helst bara niður á svæði sem ég þekki vel til, þannig að þetta er það sem við erum að skoða. Tollaskráin er á embætti fjármálaráðherra
Þannig að, þú veist, það alveg staðreind að landbúnaður í nær öllum löndum, flestum held ég að verndaður að einhverju leyti með tollum. Og ég meina við þurfum að tryggja allavega að samkeppnishæfni sé til staðar, að bændum sé tryggt hér að þeir hafi eðlilegt svigrúm til að mæta samkeppnina að utan. Og hvernig við gerum það, ég meina tollar eru ein leiðin, eins og kerfi í dag, þá það fjárhagslegu stuðningur og síðan tollverndin. Þetta eru tvær stóru stuðningsstöðurnar í landbúnaði. Þannig að það þarf bara að fara vel yfir þetta í samhengi. Þannig að við meðum ekki glata stóru myndinni sem bara vilji til að efla verðmætasköpun í landbúnaði. Mér langaði að spyrja þig út í eitt snöggt, Hanna, sambandi við jurtaolíu blandaða ostin. Þetta mál veltist í kerfinu í einhver ár, þar sem að ég held að tollurinn hafi verið búin að benda á þetta væri villust flokkað og einhver úr saman á því en einhvern veginn breyttu við reglugerðin ekki. Þetta var áfram flokkað í þeim tollflokki þannig að þetta væri verndað fyrir íslenska bændur og nú var að falla dómur í þessu máli að þetta hefði sannlega verið rangt flokkað og þetta lítur illa út fyrir okkur á alþjóða vísu. Hvernig horfið þetta mál við þér saman? Já, ég meina það þarf þetta bara að fara ofan í þetta. Við erum náttúrulega líka land sem reiðir okkur á útflutning, þannig að við getum ekki verið að ganga gegn því sem að alþjóða tollskráin segir ef það hendar og svo ætlast til þess að aðrir gerir það ekki. Þannig að það klálega að við þurfum að fara ofan í þetta. Þetta hins vegar, þetta skiptir hagsmuni ákveðina kúabúa hér miklu máli. Þetta gríðarlegir hagsmunir. Þetta eru miklu hagsmunir og það ég held að þetta flæki svolítið myndina en ég hef reynda að setja mig inn í söguna að þessi mjólkurostur sem með íblöndun af jurtaolíu, hann var til skamstíma, hann var bara ekki sérstaklega góður. Þú veist, þannig að það var ekki, þó að þetta var þá látt tolla, var ekki svo mikil eftirspurn eftir honum. Pizzur eða veitingastæði, hvernig það nota. Svo bara aukast gæðin og menn fara að kaupa þetta í ríkari mæli. Þannig að þá verður þetta svona skyndilega aktúelt, en það alveg rétt, við erum að fá, það var nú bara koma akkurat í fréttir þegar ég var í þessari hringferð með bændum, að ESA hefði slegið á fingrarnar á okkur og nú það bara fjármálaráður að fara yfir það hvort það liggi þá ekki fyrir að við þurfum að bregðast við því með því að breyta, en það svolítið á hans forræði, þegar ég átta mig ekki alveg á því hvað hann að gera. Nei, bara að því að auðvitað að vera vitur eftir á en svona þegar maður horfir á þetta í baksýnisspeglinum þá virtist það að vera svo klift og skorið á 2 ára tímabili og einhvern veginn alla niðurstöður sem benti til þess en ekkert gert. Nei, ég veit ekki Framsókn í ríkisstjórn náttúrulega. Já, ég veit það. En það líka eitthvað þannig og aftur, nú ég kannski bara að segja eitthvað með einhverja sögursagnar að þetta var ekki á okkar vakt að það var þarna einhvern veginn þegar íslenska útgáfan af tollskráni evrópsku það var verið að þýða, það var einhver svona mislestur á milli, þannig að ég held þetta hafi ekki endilega verið þannig að einhver hafi ætlað sér eitt eða annað, þetta var bara einhvern veginn, þetta raunverulega lenti bara þarna á milli. Ég held það. Gamli góði miskilningurinn. Já, þú veist, eitthvað held ég, skulum við segja. Herru, við erum að snakka okkur, heldur vera klukkunni. Það eitt sem ég langar að spyrja þið heldur nýra verið upp á 100 daga afmæli ríkisstjórnar til hamingju með það. Takk fyrir það. Við höfum svo sem ekkert upp á stjórnarfólk bæði Viðreisnar og Samfylkingar upp á að klaga, þau eru bara með standa sig vel. Svo erum við með I'm Very Good Morning, skómálið, Ástarlóa, styrkjamálið. Eru við strax fann að sjá eftir af allir flokk fólksins með ykkur? Nei, við erum það ekki. Ég held að þessi ríkisstjórn hefur á þessum 100 pluss dögum sýnt að hún verkstjórn og við náum saman stór mál sem skipta okkur og samfélagi máli. Menna við erum að leggja mjög hart að okkur að ná tökum á fjármálum ríkisins og það grunnurinn bara að svo gríðarlega mörgu öðru. Það eru heilmikil stór mál í gangi. Menna við erum að, þú veist, við ræddum það fyrir kosningar í Viðreisn að við myndum vilja sjá stjórn sem væri myndu út frá miðju. Ekki frá kvantunum og yfir miðjuna heldur út frá miðju. Og það svo ríkisstjórn sem að við mynduðum.
og það þýðir að hún mjög samheldin þessu stóru verkefni. Þýðir það aldrei komu upp eitthvað sem hugsa, jæks, við hefðum ekkert að gera þetta eða eitthvað, auðvitað ekki. Ég meina, en stóra málið þetta að verkefni sem við lögðum upp með eru mörg vel á við komin, önnur í undirbúningi og það engin bilbugur á okkur þar. Nei. Og það auðvitað það sem skiptir máli þegar upp í staði, þegar maður vegur og metur svona ríkisstjórnarsamstarf, hvernig gengur okkur að vinna í þágu samfélagsins, í þágu almennings. Og ég myndi bara segja, sko, so far so good þar. Já. Sko, Þorgerður var í góðu viðtali hjá okkur í byrjun ás, eins og öll viðtal sem við fáum hana, æðisleg. Sko, ég spurði hana þar hvort að Viðreisn var að stimpla sig inn sem alvöru vinstriflokkur að fara inn í þetta stjórnarmiðstöð frekar heldur en tala við Sjálfstæðisflokkinn eða Miðflokkinn. Myndirðu ekki horfa á þetta þannig að þetta hafi verið, að því að þú varst að tala um hana, þú verið hægri þengjandi og mikið hægri, þetta bara klopningur úr Sjálfstæðisflokknum. En þá ekki áhugavert að velja einmitt þetta stjórnarmiðstöð frekar en að þá, að myndi halda að væri þá, ef þið eru á miðjunni þann frekar til hægri heldur en vinstri? Já, þá komum við svolítið að málum sem að við viljum ná í gegn og ég sko, ef að við horfum á, sko, eitthvað svona hægri mál, hallalaus fjárlög, við erum að tala markaðslausnir, við erum að tala meiri olíuvinnslu, við erum að tala sameiningu stofnana, við erum að tala minni skuldir ríkissjóðs, við erum að tala fjölgun lögreglumanna. Við erum að tala það að vísa glæpamönnum úr landi. Þetta myndi ég segja, frekar mikið hægri mál. Sammála. Þessi ríkisstjórn að gera þetta. Þú veist, mér finnst þetta bara að vera skýrasta svarið, sko. Já. Af því ég held að kannski, án sem ég sé eitthvað hér til að gefa öðrum stjórnmálaflokkum ráð, þá væri kannski bara samt ráð að sumir meintir hægriflokkar nýttu sér núna hvíldina og svona kjörnuðu sig sem hægriflokka. Já, vonandi að gera það. Kjarna sig vel í 4 ár, mæta svo sterkir tilbaka. Við yfir, ekki spurning. Það komið að kalda karinu. 2 einstaklingar lífsæða liðnir til að fá sér kaldan með í kaldakarnu. Vá! Já, við erum heldur betur að venda hvað okkur í kross hérna. Já, lífsæða liðnir. Lífsæða liðnir. Eitt kaldan í kaldakarinu. Þarf það að vera kalt, alveg ískalt? Nei. Það má alveg vera bjórbað 0%. Ok. Ekki 0%. Nei, ekki 0%. Það var ömulegt kar. Ég myndi allan daginn velja vinkonu minna hana Obbu. Já. Dómsmálaráðherra. Af öllum í heiminum, lífsæða liðnum. Það er rosalegt. Þú hittar hana svo oft. Já, sagði öllum í heiminum. Já. Okay. Ég get ekki bakka á mér svo reyna. Öllum í heiminum. Ég er eitthvað gaman að drekka með bjór með einhverjum bara einhverjum. Vá. Ég er ógeðslega léleg í svona spurningum því bara, ég fer alveg flækju, sko. Setta Heiðrún Lindanda með ykkur? Já, hefði hún ekki bara gott að því? Já. Hefði hana? Já, flott. Oppa á Heiðrún Lind. Sebbi, sjáumst á Sebbi páskana. Já. Ég er svolítið byrjað að vinna með kaldanbót. Já, túnfiskinn. Já, sko kaldur túnfiskur með jalapeno og buffalo sósu. Ég ætti kannski ekki að segja frá þessu. Ég tek hrista, sko. Ég tek hita í 15 sek, rista í 15, sko. Já, og svo hrista í 15 sek. Nei, 30 sek. Hrista. Já, nei, en þú veist... Þeir eru líka með góða opnunartíma páskana. Þið eldi mig í túnfiskbátinn á eigin ábyrgð. Þetta er ekkit endilega allra, en þetta er mitt. Algjörlega. David Jones leynitrix í Svefnherberginu. Heldur betur. Ég byrjaði að setja hnetusmjörið í náttborðskúfuna. Já, og það sem ég hef heyrt líka dömum sem að verið svo heppnar að fá að vera með þér að þú ert alltaf að tegja einu og einu í viðbót, sko. Af því að það er nóg, sko. Nei, sko, ég var svolítið að lendi í því vandamáli þegar ég var með strawberry milkshakein og licorice. Já, skalli. Þegar ég var að setja þér saman, sko, eina jarðarber og eina lakkrís. Já, ég var búin að heyra hvað þessu, sko. Þá einhvern veginn misti maður stundum aðeins fókusinn. Já, fór að tegja sig í döðlunar aðeins svo mikið. Ekki við fókus á meginverkefninu, sko. Já, hnetusmjörið, hnetusmjör og döðlur, það klikkar ekki. David Jones. Frumeri. Allir með 4 eða 5 í endasassa. Drífa sig í skoðun. Drífa sig, start. Svo fyrir okkar ungu hlustendur, ef þú eru að pæla hvað að taka bílprófið. Það er frumeri líka.
Já, en málið sko skoðun. Hún tekur 5-10 mínútur að frumra. Færið þér eitt góðan kaffibolla. Tillir símaðinn og svara meilum þar og þú veist, brenna uppi með 15 kalla þegar vanar ekki að skoðunarskildur. Hvað að frétta? Líka ángrið, okkur fólk að fara kaffi og svo okkur fer ekki bara með bíl sín í skoðinu og frumeri og fer bara að tilli sér þarna. Varst ekki með síðustu ykkur? Jó, áttu kaffibolla. Gott kaffi þarna. Ég mæli með Dalveginum, gerðu vextu. Kemi. Leita á bílavarahlutum á kemi.is og Birkir Karl, veistu hver Kemi varahlutur vikunar? Sko, ég var eitthvað að skoða þetta í gær, sko, ég náttúrulega bremsuklósakall, en ég var búin að heyra að það var eitthvað læmduft eða eitthvað, nei, hvað var þetta aftur? Nei, það Scotchgard Heavy Duty vassvörnil. Já, ok, já, ég var vegið á því. Já, þú veist lágfræði, sko. Þá eru komin að riddarspurningunum. Já. Þorsteinn Kristjánsson riður á vaðið og hann spyr, nú hefur ríkisstjórnin líklega sett Íslandsmet í skattlagningu fyrstu 100 dagana sína í embætti. Þeir eru harðir sér riddar maður sæl. Eru viðreisnarmenn bara stoltir af því? Já, sko, við erum náttúrulega ekki stolt af einhverju falsfullyrðingu, sko. Þetta er alltaf bara algjörlega rátt. Þetta er algjörlega rátt, sko. Við erum einmitt að fylgja eftir því sem við sögðum. Við erum að taka til, við erum að, eitt af því sem við munum fara í að móta auðlindastefnu, það sem að kveðið er á einmitt, hvernig auðlindarentan rennur inn til ríkisins til þess að framkvæma þau verkefni sem að ríkinu er alltaf að framkvæma á þess að þurfa að fara og skattleggja einstaklinga. Þannig að það er lykilatriði hjá okkur. Kolefnisgjöldin, þetta er náttúrulega ekki skattur ríkissjóðs, þetta eru notendagjöld, þar eru við bara að fylgja eftir því sem að fyrir ríkisstjórn lagðu upp með en kláraði ekki. Eru þið nokkuð að nota falleg nöfn fyrir skattahækkaninu? Leiðrétting og eitthvað svona? Nei, ég meina, sko, veiðgjöld, nei, við erum það raunverulega ekki og ég held að við myndum alveg vera heiðarlega með það, sko. Já, ef þið færið þá. Já, og ég er ekki að segja, sko, en bara það hefur átt sér stað alveg gríðarleg vinna, veit ég, hjá honum Daðavinni mínum í fjármálaráðuneytinu í það að kafa ofan í fjármál ríkisins til þess að ná að leggja fram þessa fjármálaáætlun og miða að hallalausum rekstri til þess að komi án þess að fara út í þessar skattahækkanir á auka álögur á almenning. En sko, ef við náum þessu sem við ætlum að gera og vöxtunum þar með niður, ég meina þá er einn stærsta búbót sem hættir að veita heimilum landsins, sko. Þannig að það er svo sannlega til mikils að vinna. Nei, ég veit ekki alveg, sko, hvaða Íslandsmet, ég er alla ágætlega hrifin af Íslandsmetum, en ég verða mikið og þarna er ég ekki einu sinni komin í topp og ríkisstjórnin hún kennst ekki, sko, áttalöguslit. Nei. Takk. Enda á Eyðeyju með Sigmundi Davíði eða Sigurði Inga, spyr Guðmundur Bragi. Segðu þetta aftur. Enda á Eyðeyju með Sigmundi Davíði eða Sigurði Inga. Bara að eilífu. Já, að eilífu. Sko, þetta eru nú báðir skemmtilegi menn, en ég hef á tilfinningunni að ég ætti meiri líkur á að lifa af með Sigurði Inga. Já. Ég held að hann bara kunni betur til verka. Já, ég held ekki að tekja til það. Það ekki. Þú verður bara í toppmál og hann verður byrjað að elda eitthvað lambalæra. Er það ekki? Já, ég held að. Hvort er skemmtilegra að vera í atvinnulífinu eða á alþingi? Sko, atvinnulífi veld ég nú sennilega, sko. Þetta er svo ólíkt. Ég fer inn á þing mjög óvænt 2016 og ætlaði mér aldrei að vera þetta lengi, en einhvern veginn kannski bara svo gera hlutirnir. Að mörguleyti líður mér í ráðherraembættinu eins og ég sé komin, sko, aftur, þú veist, í atvinnulífið. Það er bara eitthvað hópur og eitthvað verkefni og ég er að vinna og við gerum svona. En hitt á stofnaralegt aldrei? Já, þú veist, það var Alþing, að vera hefðbundin þingmaður. Já, það var svona það var mikið rútína og stundum einhvern veginn leið manni sem að væri að hjátti þessu sama, en þingmennskan er samt mjög skemmtileg. Ég er bara svolítið svona verkefna drifin manneskja og því leiti til þá er atvinnulífið hendar betur, sko. Birkir Snær spyr, gætum við fengið 360 gráðunar á búvörusamningnum, hvað sérðu fyrir þér? Hatarðu bændur eins og nafni minn í Chess After Dark og vill flytja allt inn?
Nei, sko búvörusamningarnir, breytingar sem þetta mál tók, þetta bara gekk og langt í meðförum þingsins. Það var bara kipt og sambandi öllu því sem heitir samkeppniseftirlit og markaðsaðstæður. Ég meina, þú veist, þau fengu bara frítt spil algjörlega á nokkurs eftirlits og það var ekkit einhvern veginn huga að því að tryggja hag neytenda eða bænda ef úti það farið. Síðan var bara að tala að samkeppniseftirlit ætti að fylgjast með. En þau hafa enga leiði til þess að þau enga aðkoma að málinu. Þannig að maður bara gerir ekki svona þingi. Maður setur ekki svona lög og vonar svo allt fara á besta veg. Við eigum að vita betur á þinginu. Þannig að ég vildi bara kalla þetta tilbaka og fara svo fram með nýja lagasetningu sem tryggir bændum sambærileg skilyrði til hagræðingar og þekkist í nágrannalöndum okkar. Þú veist, getum ekki, þú veist, þetta er bara gali. Það er bara, þessi lög... Þetta leita ekki vel út í sammála því. Nei, þetta bara leita, þú veist, þetta er bara, já. Bara... Svo var hann hluta og svo var náttúrulega mín kona Sigríður Andersen, hún náttúrulega kausa móti búvörusamningum en mætti miðflokki núna, það er ekki þetta. Halldór Grétar, kemur til greina til dæmis helmingur auðlindagjalda vegna fiskveiða og laxeldis renni til sjávarbyggðanna? Það kemur bara það er algjörlega ákveðið að þetta mun renna í innviða uppbyggingu og fiskeldisgjaldi rennur nú ákveðin hluta til sjávarbyggða en það er auðvitað þannig að þessu er ætlað að mæta erfiðleikum sem hafa myndast í sjávarbyggðum við hagræðinguna sem varð í kjölfar kvótakerfisins. Það er alltaf þetta sem við erum að kljást við. Þannig að við höfum sannarlega og ég meina við erum að tala um það fyrst núna með vegbæturnar og ég fíla alveg brandarinn það að það sé verið að éta malbygg og hjálpa fólki að flýja og allt það en þú veist þetta er samt þannig, ég meina við erum það stendur í vegi fyrir atvinnu uppbyggingu og verðmætasköpum á mörgum stöðum að það er samgöngunar eru lélega. Við þurfum að laga þetta og það tengist ferðþjónusta líka, þetta er bara eins og einhver rússnesk rúlletta við að fara út á vegi og við verðum að stíga hérna inn og laga þetta. En já, þetta er hvort ég get nýja vil lofa einhverju svona akkurat núna en þetta er auðvitað þannig sem þetta er hugsað. Þetta á að fara inn við uppbyggingu og við vitum alveg hvar skuldin er mest. Tíminn er útrunnin Birkin ef maður vil taka eina alveg blálókin. Já. Það var þetta síðasti sjans. Það búið að vera virkilega skemmtilegt. Hanna Katrín, það er virkilega gaman að tala við þig. Takk, sömuleiðis. Já, maður fá 2 spurningar að þetta er þinn þáttur og verður eldsnöggur. Flokkur fólksins fekk engan griði vegna ofgreiddra styrkja til stjórnmálaflokka frá ríkinu, ekki skipti máli þótt mistök hafa voru í stjórnsýslunni, rétt skal vera rétt. Gildir ekki það sama fyrir útgerðir sem ekki hafa greitt rétt auðlindagjald á undanförnum árum vegna mistaka í stjórnsýslunni? Kemur bakreikningur í útgerðirnar? Nei, ekki frá mér og ekki frá þessari ríkisstjórn. Nei, ég held að það væri... Það er vinsældi. Já. Já, svo með við fyrst það væri of langt gengið. Já, Magni Mar á síðu spurninguna. Þó ég hafi verið kvatt fyrir ekki, þó ég hafi sannlega verið kvatt þess. Já, áhugavert. Þetta er búin frábært kvöld, Hanna, og bara hún er búin að skóla okkur til að láta okkur vera á klukkunni og ég er ánægð með það. Við lifum á þessu. Magni Mar endar þetta, Ernir Arbis og Einar hversu glöð verður Hanna Kata þegar að Chelsea lyftir Premier League tóllin eftir ár. Hvað ertu í enska boltanum? United. Já, shit, já. Skulum við ekkert vera fjölur það. Nei, sko, þetta er ræðilegt. En það er ekki, maður verður bara að halda með sínu liði gegn súrt og sætt. Maður er mjög súrt þess dagana. Já, það er bara loka spurningin, hærri tollar við Bandaríkin, veikari gjaldmiðl, hærri tollar og minni hagvöxtur. Af hverju viltu ganga ESB? Spyr Magni Mar, loka spurning kvöldsins. Af því að ég tel og hag okkar einfallega best borgið þar með svona svipuðum þjóðum. Þetta er okkar stærsti markaður. Ég tel það skipta máli að vera meðal þjóða sem eru deila. Mjög mörgum sameiginlegum hugsjónum. En auðvitað er stóra máli akkurat núna hefur verið lengi, það er gjaldmiðillinn. Þessi króna er að kosta okkur of mikið, hún gerir svo margt svo erfitt hjá okkur. En ég er hins vegar algjörlega þeirra skoðunar að það eiga á að vera mjög hart hagsmunamat til lengri tíma.
Og ég hef svona með sjálfur mig farið alveg gegnum það og með mínu flokki og við erum þar, við áttum okkur á því að mjög margir á íslensku þjóð eiga eftir að fara í þá vinnu. Þess vegna styðjum við þessa tvöföldu atkvæðagreiðslu, við styðjum atkvæðagreiðslu að fari í og halda viðræðum áfram og síðan atkvæðagreiðslu þegar einhvers konar samningur liggur á borðinu og þá held ég að menn munu komast að réttri niðurstöðu. Hanna Katrín Friðriksson, takk fyrir komuna og takk hérlega fyrir frábært kvöld. Takk sem er leiðis.